Á föstudaginn verða haldnir jólatónleikar í Hvítasunnu-kirkjunni á Selfossi og á línunni hjá mér Aron Hinriksson. Heill og sæll. Blessaður og sæll. Jæja, hvernig hefur það? Ég hef alveg rosalega gott. Glæsilegt. Herðu, Hvítasunnu-kirkjan á föstudaginn, það eru jólatónleikar, segðu okkur aðeins frá þessu. Heyrðu, við erum búin að vera með árlega tónleika núna í nokkur ár. Já. Og við erum yfirleitt á þessum síðasta föstudegi fyrir jól. Og svona koma sér endalega jólaskapið svona rétt fyrir jólin. Það er að koma jól. Það er að koma jól. Ég var að vita... Það er alveg áhald, sko, þegar ég fattaði hvað þetta er jólsveitan. Já, ég var að vita að spá hérna í gær, býtum, hvenær er 20. býtum? Já, hann er núna bara á sunnudaginn. Já, nákvæmlega. Þannig að það er bara... Þetta er skemmtilegt. Já. Heyrðu, en þetta er hérna... Við erum að gera það nú. Við höfum alltaf haft frítt inn. Já. Eða yfirleitt held ég, kannski byrjum á að segja en síðan bara langar okkur að gefa þeim sem að langar að komast á jólatónleika og bjóða sunnlendingum. Og við erum með frábæra tónlistumenn í ár, eins og fyrir ár, sem að munu leika fyrir okkur til að syngja. Og ef ég nefni nokkur nöfna þá er hún Marína Másdóttir úr Rangárnessýslu, næturgalinn úr Fljótshlíðinni. Já. Stórkostleg söngkona. Alveg frábær. Og hann Edgar Smári, sem hefur nú nokkur sem verið með okkur. Hann er mjög flottur söngvari. Alveg frábær söngvari. Síðan ætlar hún að vera hún Íris Lind, Verudóttir, sem að kannski margir kannast við, en hún vann jólalagakeppni Rásar 2. Já. Hún var bara 2015, eða hún er söngkonan. Og maðurinn hennar reyndar samt í lagi, sko. Ok. Ég minnist nú aðra rótastöðar. Já. og síðan, og Siggi Kaftin, sem var margir kannast við, hann var í Ædolinu á sín tíma. Já. Algjör stórsöngvari, sko. Hann ætlar að taka lagið ásamt konunni sinni. Ok. Henni, Rannvá. Já. Þannig að það verður skemmtilegu duett. Heldur betur. Þar á ferðinni. Ásamt fleirum, Ágúst Ósk heitir einn. Hún er mikið í gospelinu. Já. Og og síðan svona yngri flytjendur, tvær systur sem ætla að koma og syngja fyrir okkur, alveg frábæra söngkonur. Og hafa stegið í gegn það sem þær hafa komið fram. Þetta er svona fjölbreytt og skemmtilegt, en yfirleitt er þessi regla, þetta eru mjög svona kósí lágstendir og spjallað og leiðin á milli og þetta er mjög notaleg jólastemning. Já, ég ætlaði einmitt að koma aðeins á því, þegar það eru haldnir svona tónleikar í Hvítasunnu-kirkjunni, er ekki alltaf skemmtileg stemning? Jú, það er það og svona skemmtilegi kynnar inn á milli, það er við erum alveg slagnum til að heyra í þeim, það er skemmtilegt, það er kvenkynnar í ár. Já. Þvílíkir stuðboltar, sko, og það er alltaf að leiða saman hæstur hérna, þetta Tóta og Margrét. Já. Það eru búin að vera að posta svona undirbúningsvídeó á Facebook, sko, þar sem þeir eru að grínast með þessar kynningar og þetta verður eitthvað, sko. Þetta verður frábært. Og þið ætlaði að hafa frítinn, eða ekki? Við höfum frítinn og á meðan bara húsum leifir. Það er ágætt að koma tímalega, húsið opnar svona upp frá 7:30. Og sennilega svona, ég svo náðu svona 100 sætum. Já, það er bara flott. Og í fyrra var alveg fullt út úr dyrum. Já. Og ég á ekki vona á öðru í ár. Þið eru þarna með kaffisölu, það ekki líka? Jú, sér er svona kaffihúsastemning eftir tónleika. Já. Í kaffihúsinu okkar, Kaffi Líf, sem er nú opið svona bara við viðburði, við erum ekki með opið dagstælega núna. Nei. En það er alltaf gaman að hitta í bílunum og afgreiða kaffi. Algjörlega. Við förum aðeins í annað, hvað hefur okkur að segja okkur um nytjamarkaðinn? Heyrðu, mér langar að segja frá því. Við á föstudaginn að þá verðum við með á nytjamarkaðnum svona skemmtilega stemningu milli 5 og 6. Þar alltaf tónlistarnemar að koma og spila fyrir okkur á markaðunum og síðan ætlar hann Einar Mikael, töframæður, á sama klukkutíma að koma og leika listi sínar. Frábært. Í nokkuð töfrabröð. Hann meiri snillingur sem maður og langaði bara að koma að heimsækja og gleðja þá sem verður á staðnum. Já, hann kann það.
Hann kann það og var bara nokkuð góður í því. Algjörlega. Þannig að það er að gera að mæta á þessum tíma milli 5 og 6. Á föstudaginn? Já. Og bara skoða sem í búðinni og njóta skemmtilega atriða inn á milli. Og skella sér svo á tónleika kvöldið? Og skella sér á tónleika kvöldið, það er alltaf að gera. Algjörlega. Það er nóg að skoða markaðurinn. Það á engum að láta sér leiðast á klukkutíma. Ótrúlega mikil traffík á markaðurum okkar og mikið að gera. Gera okkur kleift að gefa fullt af peningum. Í ár verður eitthvað stað nálægt 6 milljónum sem við náum að gefa til góðgerðarmála. Frábært. Bara þessu ári, þannig að það hjálpast allt. Þetta séu lágar upphæðir sem við erum að selja fyrir og að þá safnast þeir saman. Algjörlega, safnast þeirra saman kemur. Já. Þetta eru góða fréttir. Þetta er alveg yndislegt. Hvernig fólk til þess að kíkja við í nytjamarkaði milli 5 og 6 og svo eru tónleikar í Hvítasönnukirkjunni klukkan 8? Klukkan 8, Austurvegur 40B. Frábært. Takk fyrir þetta, Aron, og ég segi bara góða skemmtun. Takk innilega. Takk.